Það sem er skemmtilegast við að læra næringafræði, það er að fá þennan aukna djúpa skilning á matvælum og matnum sem við erum að láta oní okkur allan daginn. Ég myndi mæla með næringafræði því ég held að það sé mjög mikill skortur á fólki sem er faglært á því sviði. Það er rosalega mikið upplýsingaflæði næringu sérstaklega og það þarf fólk til þess að skilgreina á milli hvað er rétt og hvað er rangt. Það helsta sem maður lærir í næringafræði, það er áhrifin sem næringin er að hafa ekki bara á þig heldur inn í líkamanum. Þú ert basically bara að læra mannslíkamann frá frumunni og upp í vefi og líffæri. Svo ert að læra bara hvernig næringarefni hafa áhrif á líkamann. Kennararnir í næringafræðinni eru æðislegir. Þetta eru vísindamenn og mjög framarlega á heimsvísu. Þetta er lítil og náin deild og maður kemst gott samband við kennarana og þar af leiðandi meðtekur námsefnið mun betur. Það sem er rosalega skemmtilegt við næringafræðina er að þú getur farið með þína þekkingu í allar áttir. Til dæmis má nefna heilsugæslustöðvar, líkamsræktarstöðvar. Þú getur verið klínískur næringafræðingur, hjálpa fólki sem er að glíma við sjúkdóma. Þú getur hjálpað íþróttamönnum að ná sínum markmiðum. Krabbameinsfélagið, lyfjafyrirtæki, sjálfstætt starfandi. Það er bara ýmislegt boði. Næringafræðin er framtíðin. Það breytist ekkert. Við þurfum að borða. Við þurfum að vita hvað það er sem við borðum og er gott fyrir okkur að setja ofan í okkur.